Í dag ætlum við að sýna ykkur nýjustu línu Latitude fartölva en Dell voru einmitt að gefa út glænýja línu núna bara á dögunum þar sem við vorum að fá 2021 módelin í hendurnar. Og þetta hérna er nýjasta 14 tóma vélin úr 5000 línunni og þetta eru sjálfsögðu vélar sem eru algjörlega stílaðar inn á almenna skrifstofinu. Og þar eru svona helst að horfa á það að svona helstu nýjungarnar við þessa vél er náttúrulega nýjir Intel-örgjurar og svo náttúrulega bara fullt af nýjungum í þessum vélum sem eru til þess gerðar að auðvelda auðvitaðdeildum umsýslu og annað. Einn punktur sem er líka mjög góður við Latitude 5020 er það að hún er með LAN-tenginu sem er mjög þægilegt upp á það að þú ætlar að hoppa í víra net hvar sem er. Svo er 21% af baklið skjásins gert úr lífplasti sem er gert úr tréeiningum sem hefur fallið til hliðar. Þannig að það er verið að nota tréúrgang í það. Nýju Latitude línurnar, þær eru með ótrúlega mikið af öryggisvítisum og það sem við erum að horfa á þar er NFC-lesari, við erum með smartcard-lesari í þessu, við erum með fingrafara-lesari í þessu og svo erum við sjálfsögðu með IR-kameru í vélunum sem styður heldur betur við öryggisstefnu fyrirtækja. Svo koma vélarnar með Comfort View Plus skjá sem er gert til þess að láta notendur líða betur í vinnunni. Þannig að það þýðir raun og veru það að við erum að fá minna af bláum geislum í augum sem gerir til dæmis það að verkum að þú ert örugglega minna þreyttur í vinnunni. Sú nýjung sem hefur svona heilla kannski flest okkar viðskiptavini er til dæmis Dell Optimizer. Það er forrit sem fylgir frítt með tölvunum. Þú getur til dæmis ráðið í Dell Optimizer hvaða forrit skiptaði mestu máli. Þar ertu með eitthvað sem heitir Express Response. Þar sem að þú fer bara inn í það, þú velur til dæmis ef Excel skiptiði mestu máli eða Outlook skiptiði mestu máli, þá hækkar eða lækkar valið á forritunum í Priority og Optimizerinn veit það þegar þú ert til dæmis að vinna í Excel að þá á vélin að vera á 100% hraða í Excel. Allt er þetta gert til þess að sérsníða vélina að þínum þörfum og það er meira þessu. Þú getur til dæmis látið Optimizerinn koma með sérstillingar fyrir rafhlöðendingu, þannig að rafhlaðan endist lengur. Það er raun og veru hakar bara í það að leyfa Optimizernum að greina hefðina þína og hann notar þær upplýsingar til þess að framlengja líf rafhlöðunar. En það er margt meira í Optimizernum og við erum einmitt búin að skrifa blogg um þetta og hvet ykkur eindregið til þess að fara inn á advania.is og kynna ykkur það.